þau eru hérna hjá mér Páll Óskar og Íris Guðmundsdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Hvað segir þá? Það bara allt í orðin hjá mér. Ég var að koma svo skemmtilegri bíómynd. Forsýning á Alien Resurrection. Don't mess with Sigourney Weaver. Veitu, er það svo satt... Palli, það nú ekkert voðalega rómantist skot, myndi ég segja. Er þetta nokkuð með blóð? Nei, ég er svo skitsofreniskur, ég get alltaf skipt gír. Það ekkert mál. Nei, bara þetta var alveg stórfengleg bíómynd og ég hef komin í jólaskap. Eftir að hafa séð hana? Æ, ok, það gott að vita. Heyrðu, þá koma aðal. Lagið sem er prívat og persónulegt uppáhaldslag okkar beggja, mín og Írisar, og vonandi ykkar líka. Hann Lionel Richie samdi örugglega eitt fullkomnasta ástarlag í heimi árið 1982. No offense, Magnús Þór. En þetta lag var titilag samnefndrar kvikmyndar sem Brooke Shields lék í. Hún er núna til þess að gera comeback núna. Og við ætlum að vona að lagið gerir svona svipað comeback. Við erum náttúrulega að tala Endless Love. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. I want to share all my love with you. No one else will do. Your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Góðan dag, ég heiti Gunnlaugur og ég er hér með hann eina sanna Pál Óskar, eða Palla eins og hann er kallaður. Hvort viltu heldur kallaði Páll Óskar eða Palli? Það fer nú eftir kringumstæðunum. Þú veist, ef ég er að tróða upp að ég ætla að vera rosa poppstjarna, það var alltaf sagt Páll Óskar. En vini mínir og fólk sem stendur með nærri, það segir alltaf Palli. Það er bara fínt. Já, og hver ertu og hverja manna ertu? Ég veit að ég er af Reykjavík og Lækjarbotnavík, en pabbi minn, hann hét Hjálmtýr Hjálmtýrsson, tenorsöngvari og bankastarfsmaður til margra ára, og mamma mín var Margrét Matthíasdóttir, allt söngkona, rosa flott, djúpur, flottur allt, og hún vann líka lengi á Ketillandsspítalans sem ritari, og þau eru bæði dáin. Mamma dó 1995 og pabbi dó 2002, en ég er yngstur af 7 systkinum og við ólumst öll upp 9 manna fjölskylda í einni hrúgu í einni íbúð í Vesturbænum á Sólvallagötunni, og ég held að Íslendingum þætti það nú ekki fýsilegu kostur í dag að ala upp 9 manna fjölskyldu í þessum 100 fermetrum sem við byggum í, en þar vorum við samt. Hvernig leið þér með það þegar þú varst lítið strákur þegar systir Diddu var að slá í gegn? Veistu hvað var svo fyndið? Ég tók þessu bara sem sjálfsögðum hlut. Mér finnst það sjálfsagt mál að Diddu væri poppstjarna og væri að rúlla þessu öllu saman upp, og málið er að hún líka svolítið fékk mig til að vera með í þessu öllu saman. Hún var alltaf að passa mig, hún var náttúrulega það ung að hún var svona rétt að sleppa að barnapíu aldrinum og yfir í það að verða sjálfráða. Þannig að hún tók mig alltaf með á æfingar hjá Spilverki Þjóðanna, og hún var líka að æfa og leika í leikritum. Hún var mikið með
sálarhópnum Sálinni sem var þá sjálfstæður leikhópur og leiklistaskóli hafði ég held og hún dró mig alltaf með sem sagt á þessar æfingar og uppfærslunar og Lísu í Undralandi man ég og Hvað í Hvalnum eftir Óla Haug og Grænjaxlar það var leikrit sem gekk lengi og spilverk þjóðanna sá tónlistina við ég var þarna, þú veist, 5 eða 6 ára gamall eitthvað að bora í nefið á mér og fylgdist með þessu öllu svona þannig að mér fannst þetta allt bara því sjálfsagt Þá var þetta beint í æð. Já. Þess vegna varstu ungur svona fyrir sjóið eða varstu einn af þessum strákur sem leik þér að bílum eða í fótbolta eða? Nei, ég leik mér aldrei að bílum og ég skildi ekki fótbolta og ég, svona partur af mér skilur hann ekki alveg ennþá. Ég ætla hann að fíla ekki alveg, ég á erfitt með að fíla svona keppnisíþróttir sem að ganga út eitthvað svona 1-0 fyrir mér. Þú veist, vegna þess að mér líður eins og þeir sem taka þátt í svona íþróttum, þeir kunna aldrei það sem maður verður að læra í gegnum þessi íþrótt og það er að kunna að tapa, kunna að taka ósýrun og mér finnst það nú ekki beint göfugt sko, lætin í þessu ákveðna fólki sem að urlast yfir úrslitum í fótbolta sko. Mér finnst fótbolti verið mitt verkefni sem gengur út á það að taka þessu með æruleysi því það gengur ekki vel og fagna síðan þegar það gengur vel en þeir hafa bara ekki staðið sig í stykkinu og þess vegna fíla ég ekki fótbolta. Punktur. En hvað með tónlist? Hvernig tónlist hlustar á eða hlustar ekki á neina sérstaklega gefur skít í eitthvað tónlistamann eða eitthvað svoleiðis? Ég gef nú ekki skít í neina tónlistamenn sko. Ég meina samt svona, þú veist, slekkur á þeim eða ef þið komið í útvarpi eða skiptur í stöðu eða eitthvað. Nei, það getur nú ekki sagt. Ég reyni nú að gefa öllum breyk af því að ég trúi því að allar manneskjur eru listamenn. Við höfum öll eitthvað fram að færa, eitthvað uník í þennan heim en ég get líka alveg viðurkennt fyrir að ég hef átt stundum svolítið erfitt með að skilja rapp ég stundum bara heyri ekki textana einfallega og ég þarf að leggja mig í líma við að heyra þá en þrátt fyrir það eru 2 rapp listamenn sem að hafa virkilega hitt mig í hjartastað og það er Missy Elliott algjört æði og Eminem hann er líka mikill listamaður og húmoristi og það er eitthvað sérstaklega mikið í hans bunni. Já, hann greinilega hefur eitthvað. Já. Hann er einn af þeim sem greinilega, þú veist, ég var ekki fyrir hann fyrst, en svo sá ég hann á okkur í ellunahátíð. Já. Og bara hann alveg, þú veist, hann var svo englaður, ég held að þetta væri bara eitthvað bullari. Já. Nei, hann hefur bara eitthvað. Vegna þess að hann virkaði eitthvað svoleiðis á mig. Nei, en svo hef ég bara, að öðru leyti þá þarf bara einhver að koma að kynna fyrir mér rapp. Þú veist, út á hvað það gengur, sko, þess að ég hef aldrei náði almennilega. Ég er bara svona tregur.